Grímsstaðaholtið sögusvið einhvers vinsælasta bókaflokks sem hefur komið út á Íslandi, Djöflaeyju Einars Kárasonar. Hér var braggahverfið sem lýst í bókinni og hér bjó Bóbó á holtinu sem fyrirmynd Badda í þríleiknum. Amma, allir frændur að koma! Jæja, hann var komin á þessa Djöflaeyju. Grímsstaðaholtið kemur fyrir í fleiri bókum. Hérna á Suðurgötu var til fræg sjoppa sem kallaðist Simma-sjoppa. Þetta var á þeim tíma þegar sjoppur eða söluturnar voru aðal samkomustaðir bæjarins, vettvangur fyrir lausafólk og unglinga. Fólk hafði einfaldlega ekki önnur hús að venda. Þetta var svo sérstakt vandamál sem var kallað sjoppuhangs og það voru settar reglur gegn sjoppuhangsinu sem fólu í sér að bara mátti afgreiða út lúgu. Guess there's no use in hanging round. Guess I'll get dressed and do the time. Simma-sjoppa eitt sögusviðið í Ég mig frá mér til mín eftir Pétur Gunnarsson. Þar sagt frá uppvexti fólks sem síðar tilheyrði því sem kallað 68 kynslóðin. Fyrstu kynslóð á Íslandi sem þurfti aldrei að líða skort, eins og Pétur orðar það. Sjoppan heitir reyndar Sæma-sjoppa í bókinni en engum dylst að það átt við Simma-sjoppu sem var hér. Hvað segir stelpur? Varstu búin að spyrja? Það barnaverðina þinni. Þarftu með allir nefndi brjóstaldara. Hvað hallarslegur? Ekki sitja á ofnunum. Í hverfisjaðrinum var strætisvagnaskýli og í skýlinu var lítil sjoppa, kölluð Sæma-sjoppa, því maðurinn í gatinu var kallaður Sæmi. Hér var að vísu ekki komið heimili sem æskulís fulltrúan dreymdi föndurhús með bindindi á vín og kyn. Hér var afdrepp með nægilega miklum lífsháska til að menn gætu verið þekktir fyrir að láta sjá sig. Fljótlega eftir kvöldmatt byrjaði krökkum að snjóa inn í sjoppuna og settust á ofnana. Bekkir höfðu verið fjarlægðir til að hamla á móti spillingunni. Sæmi skaut hausnum út lúguna. Ekki sitja á ofnunum, krakkar. Pillið ykkur á ofnunum. Hvað með stóla? Það bannað. Má ég þá líka á gólfinu? Reyndu þá að þvoða í leiðinni. Í hinni nýútkomnu táningabók segir Sigurður Pálsson frá því að oft hafi verið mikil átök í kringum Simma-sjoppu og jafnvel reynt að kveikja í öskutunnum. En þetta hafi verið unglingamiðstöð sinnar kynslóðar. Það voru reyndar 2 aðrar sjoppur við Fálkagötu, en þær voru kiddstöff miðað við Simma. Símon var svarthærður hnallur, hafði skoðanir á öllu og kom þeim til skila formálalaust. Við ögruðum honum og hann reif kjaft, við reifum kjaft. En þetta var bara ein af mörgum frægum sjoppum bæjarins á þessum tíma. Það voru til dæmis Flórida og Zero og Krónan og Árnasjoppa og Haltikallinn. Í flestum sjoppunum afgreiddu þreyttir og frekar úrillir kallar eða unglingsstúlkur sem þeir höfðu í vinnu. Þetta voru heldur ekki hátimbraðar byggingar eins og sjoppur nútímans, heldur yfirleitt litlar holur eða skúrar. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Allar þessar sjoppur eru horfnar, líka Simma-sjoppa. En hún lifir í bókmenntunum og líka í minningarljóði sem Þórarinn Eldjárn orti Simma-sjoppu og birtist í bókinni Granmeti og átvextir. Frekjulega gínum þessi gloppa, á Grímsstaðaholti eins og vanti tönn. Ég minnist þess að hér stóð Simma-sjoppa, sælureitur mitt í dagsins önn. Fyrir utan gatið sat hann Simmi, seldi kók og prins og lakrísrör. Fyrir utan
Önni, Krummi, Vimmi og allir hinir, spurningar og svör. Skýli lenti í skipulagsins hvolti. Skyndilega var hér allt á brott. Fölgrátt sýnist frímerki úr lofti, en fornrar dýrðar sjá menn engan vott. Og til hvers að láta strætisvagna stoppa á staðnum áfram, hér engin sjoppa. I can't get used to